það var verið að notast við myndbandsdómgæslu í fyrsta skipti svolítið langa tíma og það kom hana 3 augnablik í leiknum með 2 á sömu mínútunni. Kíkjum á þetta hér, krakkar. Sjáum þetta aðeins hérna. Hérna virðist vera pínu saklaust. Þangað til maður skoðar þetta aftur og þetta afleiðingar brots og allt þetta hérna sjá við. Það þarna smá hrindingu í loftinu, lendir illa. Þetta líka, hann hoppar upp á hægri fætur og vindu upp og svona þarf minna til að lenda illa. En dómarinn gerði bara vel í þessi atviki, þú veist. Reik hann út af, hann fær 2 mínútur. Það ekkert eitthvað, ekkert illt í þessu, þannig að Ómar Darri fékk bara sína 2 mínútur og leikurinn áfram, sko. Svo var það þetta atviki sem kom beint í kjölfari og það er svona leit. Ég var að lýsa þessu leik og með Lárus og Helga. Mér fannst það líta verð út heldur þegar maður sér þetta síðan hægt og svona auðvitað er þetta svona, já, hvað finnst ykkur? Svo ég bara hendi þessu beint á ykkur. Ég get ekki þetta. Mér finnst ég er sammálaður því að fyrsta mómentið þegar maður er í stúkunni er að þetta sé hræðileg hrinding, sko. Gassi er ekki miklu jafnvægi. Það er ekki beinar hendur á hann. Ég held að Allan ætli bara að láta að finna fyrir sig, hann ætlar ekki að bomba hann og ég held að 2 mínútur sé réttu dómur í þessu tilviki og burt sér frá því hvort að, þú veist, eins og í báðum þessu tilvikum, hann lenda leikmyndir illa, þetta lítur rosalega illa út, en svo er þetta að skoða hægt, það er rosalega auðvelt þegar þú ert að taka þetta á fyrsta mómentinu og gefa rautt spjald og halda afleiðingsbrots og allt þetta, en við verðum líka bara að horfa á hvernig brot er en ekki bara hvernig leikmaður lendir þannig, því að þetta er ekki, hann er ekki ásetningur hjá Allan að negla Gassa á nakkadrambið þarna. Já, þú veist, á nakkinn, sko. Mér finnst alveg líklegt að ef það hefði ekki verið skjár þarna eða var dómgæsla, það er líklegt að það hefði sett rautt á það. Hugsanlega. Já, það er einhverjum sett rautt á það, það leit hann út, sko, úr stúkunni og hann maður er alltaf feginn þegar það var og það kemur réttu dómur. Akkurat, og það er kannski mér langar bara aðeins að koma inn á þetta með VAR-dómana. Hingað til hefur verið að skoða aðalega hvort það séu mörk eða brottísanir, en nú eru auknar heimildir, þetta er ykkur 11-12 atriði sem að dómara geta skoðað og það til dæmis síðustu 30 sekúndna má skoða allt sem er bara nýtt, það maður getur bara skoða nákvæmlega hvað sem er. Svo sáum við það auðvitað hjá stelpunum að í aðdraganda marks eða vafamark, eða vafi hvort sé mark eða ekki, að þá máttu skoða aðdragandann og það gerðist úti auðvitað okkur til óhapps sem að endaði mjög illa. Við náðum einhvern veginn að draga það inn í síðasta kaflan en þetta er líka það sem að dómararnir okkar er að vinna í. Þeir eru að vinna í þessu, okkar bestu pörur eru bara búin að skoða þetta allt og þannig að vonandi er þetta bara gott fyrir deildina. Já, mér finnst ekki skemma þennan leik, sko, heldur bara þvert á móti.